Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Sjósund hefur verið stundað á Íslandi frá örófi alda, þó stundum mætti halda að það hafi verið fundið upp alveg nýlega miðað við þær vinsældir sem það hefur náð síðustu örfáu árin. Á mörgum stöðum á landinu, þar sem ekki var heitum laugum til að dreifa, eins og til dæmis á Hofsósi, leitaði fólk í sjóinn eða í kaldar laugar til að synda. Það gerði fólk þó ekki að neinum sérstökum sjósundsköppum. Ég hef mjög gaman að dýfa mér í sjóinn, og svona í ár og læki. En ég engin svona sérstök sjósundskona, ég get ekki titlað með það. Nei. Ég bara alin upp við þetta. Segðu mér aðeins hvernig var að alast upp á Hofsósi? Það var bara forréttindi, algjör forréttindi. Maður fór út á morgnana og enginn hafði áhyggjur af manni og svo kom bara heim á kvöldin. Hvað gerði maður yfir daginn? Já, ég veit ekki hvort ég megi segja frá því, nei. Við áttum til dæmis alveg bara líku íbúð hérna niður í Stuðlabergi, Stelpurnar vorum að tala um það hérna einhvern tímann. Já, þannig símaborðið og við vorum bara litli krakkar að leika okkur hérna í klettunum. Og svo erum við rosalega hissa, eða vorum hissa þá að foreldrar okkar hafi verið með áhyggjur. Það skilur alveg í dag. En þú segir sjórinn og þú stundar samt sjóinn, það ekki? Jú, ég sjómaður. Og kannski engin venjulegur sjómaður, segir fólk, því hún vílar ekkert fyrir sér í þeim verkefnum sem þar koma upp á og fræg sagan af því, allavega hér slóðir, þegar hún skar netadræsu úr skrúfunni og þá kom þjálfunin úr sjósundinu sér vel. Já, og við fengum í skrúfuna. Og þá voru góð ráð dýr. Við þurftum að komast sem fyrst út að sjó aftur. Þannig að við ákveðum að reyna þetta. Pabbi hífði bátinn örlítið upp, þannig þurfti ekki að kafa eins djúpt. Og ég náði mér í svona Google-gleraugu og lopasokka. Og svo bara kafaði ég undir og hjakkaðist á þessu mjög lengi. Ég held ég verið þarna í hálftíma. Af því að þetta var vír sem ég var að reyna að ná í sundur í þessu sem við fengum í skrúfuna. Ég þurfti alltaf að koma upp til að anda, en ofan í sjónum hann hafi ekki verið svona 4 gráður þarna, eitthvað svoleiðis. Og ég var 20 mínútur hálftíma, eitthvað svoleiðis, að þessu. Varstu svona fjarlægari sjónum eftir þessa lífsreynslu eða eldið þetta þig? Nei, já, algjörlega. Oft þegar ég kem í land þá búin að vera kannski 2 sólarhringa og maður er allir stífur og svona þreyttur. Kannski búin að taka 4 tonn úr sjónum eða eitthvað. Að þá voða gott að stinga sér hérna og synda yfir á bryggjuna hérna megin. Og fara svo bara heim í heitapottin. Já. Það mjög hressandi. En það hefur ekki alltaf verið heitt vatn á Hofsósi og reyndar bara örfá ár síðan lögð var hitaveita í hús á svæðinu. Silla þakkar pappa sínum og mömmu áhugan á því að vilja synda í köldu vatni og á hún margar minningar af slíkum ferðum. Ég þakka það einmitt pappa og mömmu að ég man eftir að við vorum að fara inn í Grafagerði. Þar eru svona básar og pabbi fór ofta að synda þar. Fyrst var maður voðalega duglegur að maður gat bara farið svona upp á njá með eitthvað. Og svo þegar maður gat synda aðeins út og svo þegar maður gat synd út af enda og tilbaka. Svo fyrir einn bás og svo fyrir annan. Þannig að þetta var svona, þolraun svolítið. Og við fórum mikið í ferðalög á sumrin og þá var stoppað, það var lækur eða foss. Það var mjög oft stoppað og fundir hylur og baða sér þar eða legið þar. En þetta svolítið sérstakt. Já, það? Já. Þetta bara eðlilegt fyrir þig. Mjög eðlilegt fyrir mig. Já. En hvernig nýtur þetta í dag? Hvað ertu að gera í sjónum í dag? Það rauninni bara, ég fer út í sjó að synda þeim langar til. Ég hef hefur verið hérna út í Drangey. Þá syndi ég þar aðeins í Víkinni og Málmey. Ég syndi úr bátnum og í land og öfugt. Og ég hef nú synt þvert yfir Skorradalsvatn og tilbaka. Þannig ég tel það vera alveg svona ein afreki sem ég hef gert kannski. Silla hefur haft smitandi áhrif á marga í kringum sig sem hafa farið að synda með henni í sjónum
og hún nýtti tækifærið einmitt síðast þegar hún kom á Hofsós til að fá vini og kunningja með sér í sjóinn og við fylgdumst með. En það eru ekki allir komnir þangað nema þá kannski í huganum. Allar ekki komið með? Ég ætla að fá dást af þér. Er það ekki gott svar þegar maður þorir ekki í kuldan? Ég veit það ekki, hvort það sé gott svar. En ég pín engan í sjósund, en þeir sem að pröfu þetta, og ég veit mestu kuldaskræfur sko, sem alveg orðnar háðaris í dag. Hvað það sem gerist? Það bara þessi hressleiki með að fara, þú veist, finna kuldan, svo fer þeir að líða bara vel. Og svo eftir að koma í hitan og njóta þess. Margir segja þetta, sko, það ekki búið að rannsaka hvort þetta sé gott fyrir heilsuna, en margir sem stunda þetta segja þetta sé mjög gott fyrir handköld eða fótköld og eins segist fólk ekki fá kvef eða flensu ef að stunda sund. Er það þín reynsla? Ég verð voðalega sjaldan veik, en eins og ég segi, ég stunda þetta ekki sérstaklega, ég bara fer þegar mér langar til. Er það kannski einmitt það að vera náttúrubarn, það að vera akkurat svoleiðis? Ætli það ekki. Ég elska þér út í náttúrunni, mér líður hvergi betur, sko. Þá verð ég að fá að spyrja þig, sko, hvernig hefur það haft áhrif á lífið þitt að alast upp í nálægð við náttúrunni eins og hér á Hofsósi? Það hefur haft rosalega mikil áhrif, segi ég, af því að þegar ég kem aftur hingað, ég kem alltaf á sumrin og svo heimsæki ég foreldra mína að þá líður mér hvergi betur. Af því að þetta er svo mikið ró og að labba bara út í náttúrunni eða labba upp á fjöll, það finnst mér alveg rosalega gefandi og gott. Þannig ég mæli með útiveru og að alast upp út á landi. Það forréttindi. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.